Tekist verður á það á Alþingi í vetur hvaða svæði á landinu á að friða endanlega gagnvart virkjunum og hvaða svæði á að nýta til orkuöflunar. Einna heitustu deilurnar gætu orðið Norðlingaölduveitu sem Landsvirkjun hefur metið sem arðbærasta virkjanakost landsins. Andstæðingar þessara áforma telja veituna raska einstakri landslagsheild á hálendinu sunnan Hofsjökuls, spilla fossaröð og vilja stækka friðland Þjórsárvera til að áhrifasvæði veitunnar lendi innan friðlandsins. Kristján Már Unnarsson kynnti sér helstu sjónarmið með og móti. Við ætlum að hefja förina hér við kofa fjalla-Eyvindar í austurjaðri Þjórsárvera. En við ætlum að reyna að átta okkur aðeins betur á því hvernig hin umdeilda Norðlingaölduveita fléttast inn í þessa einstöku hálendisvin. Þjórsárver eru stærsta gróna svæðið á miðhálendi Íslands og lykilsvæði fyrir heiðagæs, segir Gísli Már Gíslason prófessor og formaður Þjórsárvera nefndar, einn helsti talsmaður þess að stækka friðlandið. Þetta ásamt þeirri landslagsheild með Kerlingafjall og jökulinn í baksýn og þetta gróna svæði á 200 ferkilometra og síðan þessar sandafrutar, það ekkert annað svæði á norðurhveli jarðar sem jafnast á við. Landsvirkjun vill stípla Þjórsá hér á þessum stað 8 kilometrum neðan friðlands Þjórsárvera og dæla vatninu jarðgöng í átt til Þórisvatns. Áður hafði skipulagsstofnun fyrir 9 árum samþykktu Norðlingaöldulón sem næðin í neðsta hluta Þjórsárvera, en ráðherra úrskurður minnkaði lónið verulega og færið það út úr friðlandinu. Nú vill ríkisstjórnin slá áformin endanlega af og stækka friðlandið þannig að það nái yfir lónið. Þjórsárver eru miklu stærri en friðlandsmörkin sjálf segja til og það eru stór svæði innan Þjórsárvera sem voru skilin eftir utan friðlandsmörkin. Það einmittu þetta sem deiltur hvort rétt sé að tala Norðlingaöldu sem hluta af Þjórsárverum. Það bara rangt. Það bara ekki staðreynd. Þetta segir bóndinn á Ásólsstöðum í Þjórsárdal. Bæði hefur hann smalað Þjórsárverin frá unga aldri en einnig farið þangað reglulega vegna vatnamælinga fyrir Landsvirkjun. Í hugum okkar allara eru Þjórsárver ekki hér. Þetta við erum fyrir framan talsvert fyrir sunnan Þjórsárver og hinn raunverulegu fallegu Þjórsárver ekki fyrir innan Bólstað sem gegnt Sóleyjarhöfða. Oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps tekur undir þau sjónarmið að veitan raski ekki Þjórsárverum. Eins og í þeirri mynd sem hún núna þegar hún orðin náttúrulega bara ekki svipur á sjónum með það sem enn voru að tala upphálega varðandi þessa veitu. Þannig að þetta er miklu minni framkvæmt og miklu minni umhverfisáhrif af en heldur en áður var. Það virðist ekki deilt það lengur að Þjórsárver eigi að vernda. Fremur tekist á það hvort áhrifasvæði Norðlingaölduveitu geti talist til Þjórsárvera. Hér sjáum við fyrirhugað lónstæði en helmingur þess verður í farvegi Þjórsár. Mest af því sem eftir stendur lítur svona út, en 80% þess sem fer undir vatn skilgreint sem melar og lítgróið land. Það gróðursvæði sem mest rætt að spillist svokallað Eyvafenn sem við sjáum hér inn í, en oddviti Skeiða- og Gnúpverja hafnar því að það telist hluti veranna. Það í mínum huga ekki hluti af Þjórsárverum. Ég búinn að fara þarna oftum og þetta ekki hluti af Þjórsárverum. Vatnamælingamaður Landsvirkjunar, bóndinn á Ásólsstöðum, segir rangt að lónið sökkvi fenninu. Það ekki verið að sökkva Eyvafenni. Hann segir Eyvafenn fara á kaf á hverjum einasta vetri af náttúrulegum ástæðum. Hef ég séð hvernig einasta vetur að þegar að Þjórsá bólnar hér upp vegna ís og krabbaflutnings, þannig að það þarf ekkert lón til þess að vatn gangi hér langt inn í Eyvafenn. Helsti baráttumaðurinn fyrir því að friðlýsa þetta umdeilda svæði bendir hins vegar á að gróður þarna sé í framför. Mikið framvinda gróðurs og þá verið að skerða það og einmitt á svæði sem hefur hingað til verið óraskað af framkvæmdum. Svæðið þó þegar virkjað með kvíslaveitum en með þeim voru 40% af rennsli efri Þjórsár flutt til Þórisvatns fyrir aldarfjórðungi. Landsvirkjun vill með Norðlingaöldulóni fá 30% í viðbót af vatni Þjórsár en Gísli segir nóg komið. Þetta lón til viðbóta við öll þau sem búið að gera og með þessari framkvæmd þá eru framkvæmdina fluttar vestur fyrir Þjórsá og þar með verið að spilla nýju svæði því áður var búið að fallast á að taka svæðið austan Þjórsár undir virkjanaframkvæmdir og það var á valdi náttúruverndaryfirvalda hvort það ætti að samþykkja þetta og það var búið að hafna því. Ekki um það deilt að Norðlingaölduveita skerðir vatn á fossaröð sem margir telja einhverja þá mögnuðustu á Íslandi. Fremur það deilt hversu mikið ásýnd þeirra breytist. Hinn 38 metra hái Dynkur þykir mikilfenglegastur fossana í efri Þjórsá og margir setja hann á stall með Gullfossi og Dettifossi. Neðar Gljúfuleitarfoss, ekki síður magnaður, 28 metra hár í einu falli. Auðþekkt á þeim sem þekkja svæðið að skerðing fossana yrði sár.
Þessi fossar eru mjög mikið náttúrufegur í þeim sko. Þannig að það vissulega eftir sjá að þeir hyrfu kjósanlega. Hér boðið upp á þá málamiðlun að halda reynsli fossana nær óbreyttu yfir hásumarið þegar göngufólk hér helst á ferð. En slíkt ásættanlegt? Gæti fólk sett sig við það hér? Ábyggilega ekki sumir, aðri getur gert það, en þetta náttúrulega ekki náttúrulegt lengur. Að láta renna einhverja klukkutíma á dag, þetta svo sem gert víða erlendis, en þarna þá fossaröð sem hefur minnkað helming. Það búið að minnka vatnsmagn í þessari fossaröð helming. Og það þá bara ennþá meiri skerðing. Það myndi leiða til þess að þessi fossaröður bara þá einhverjir klettaveggir sem með litlu vatni. Vatnamælingamaður Landsvirkjunar telur þó að ekki muni sjást mikill munur á fossunum að sumarlagi. Ekki yfir hásumarið. Þá myndum við ekki merkja það. Það sem meginreynsli Dings gljúfur við Vesturbakkann hafa helstu áhugjur vegna minna reynslis verið þær að þá myndi vatnið fyrst minnka af stöllónum austanmegin. Það munar auðvitað að taka kannski allt upp í 75 rúmmetra, en af 300 rúmmetrum eða 400 rúmmetrum þá það náttúrulega bara minna heldur en sveifla milli dags og nætur. Veigamestu rök fylgismanna Norðlingaölduveitu eru arðsemin. Hún skili álíka mikilli orku og Búðarhálsvirkjun en fyrir aðeins 60% af kostnaði hennar. Helsti talsmaður stækkunarfriðlandsins vill hins vegar að menn taki Norðlingaölduveitu endanlega af dagskrá þar sem hún raski svæði sem í rammaáætlun hafi fengið hátt verndargildi. Og lendi þetta í hæstu flokkunum varðandi náttúruverndargildi. Og það bara verið að raska því með þessu fyrir tiltölulega litla orku og lítið afl sem fæst með þessu, þó að það sé ódýrt.